Komið þið sæl. Hér fjalla ég í stórum dráttum hvers ég var vísari infografík eða myndbirtingu upplýsinga á vafri mínu veraldarvefinn. Þar var gífurlegt magn skýringarmynda sem voru leiðinlegar, tilgangslausar, fallegar, ljótar, vondar og góðar. Einhvern veginn æxlaðist það þannig að ég staldraði yfirleitt við góðar myndskýringar eða þær sem ég taldi vera góðar svo langt sem vit mitt nær og einnig reyndi ég að styðjast við lesefni vikunnar. Lesefni voru kaflar úr nýútkominni bók The Power of Infographics eftir Max Michaelis. Þetta var hinn áhugaverðasta lesning skýringarmyndir eins og hinn breski grafíski hönnuður Nigel Holmes kýs að kalla infographics. Skýringarmyndir hafa verið notaðar frá aldaöðli en infografík hefur stundum verið nefnd upplýsingahönnun sem leitast við að koma flóknum upplýsingum á framfæri til fólks á sjónrænan og auðskiljanlegan hátt. Myndbirtingar upplýsinga urðu vinsælar fyrir nokkrum árum á veraldarvefnum og hafa aukist gífurlega með ári hverju. Grafískir hönnuðir eru oft fengnir til verksins en það hefur færst í vöxt, til dæmis í Danmörku, að fá hönnuði frá Indlandi og Filippseyjum að búa til skýringarmyndir því þar er vinnan mun ódýrari. Auðvelt er að búa til skýringarmyndir á netinu því að þar eru margar forritaðar síður aðgengilegar þar sem hægt er að fylla út eigin upplýsingar. Algengt er að leitarvefir búi til skýringarmyndir til að ná í sem flesta kúnna og vísa þá alltaf aftur og aftur í upprunalegar heimildir. Fólk lærir á mismunandi hátt og sumir eru það með svokallað sjónminni á meðan aðrir muna betur þar sem þeir heyra, lesa og skrifa. Allt er þetta gott í bland. Skýringarmyndir eru aðallega notaðar í blöðum, tímaritum og á stafrænum miðlum. Frumleg og velgerð skýringarmynd fangar auga strax hjá einum á meðan krassandi fyrirsögn höfðar meira til annars. Hér eru tekin dæmi skýringarmynd og fyrirsögn sama efnið og fréttablaðinu 27. apríl síðastliðinn, en þetta eru ekki endilega dæmi frumlega skýringarmynd né krassandi fyrirsögn. Góð myndbirting upplýsinga byggir á staðreyndum, segir sögu og fræðir fólk tiltekið efnið og fangar augað með frumlegri hönnu. Kostir skýringarmynda í öllu þessu upplýsingaflóði, svo vitnað sé í David McCandless, hversu auðvelt er að meðtaka þær strax ef þær eru vel gerðar og samkvæmt rannsóknum fer minni orku í að lesa úr skýringarmyndum en texta. Jakob Nielsen staðfesti það með rannsóknum sínum að við lesum mun hægar texta af skjá heldur en af blaði og í stað þess að lesa orð fyrir orð þá skimum við innihaldið. Hann heldur því fram að meðalmaðurinn lesi einungis 20% af orðum af venjulegri vefsíðu sem segir okkur að mikilvægar upplýsingar geta farið forgörðum. Á bloggsíðu sinni Cool Infographics birti Randy Crum 14. apríl 2014 skýringarmynd sem hann tók úr blaðinu The Washington Post þar sem fjallar hve erfitt sé að ná í svartakassann úr flugvélum sem hrapa í hafið vegna þess hve djúpt þeir lenda. Tilefnið var hvarf flugvélarinnar frá Malaysia Airlines sem hvarf 8. mars síðastliðinn. Á mjög áhrifaríkan hátt eru hæstu byggingar heims notaðar til þess að sýna dýpi. Sýnt hversu djúpt Titanic sökk og á hve miklu dýpi hvalir geta synt og svo framvegis. Skýringarmyndin er mjög löng sem undirstrikar dýpi sem hljóðið úr svartakassanum flugvélarinnar greindist á. Ég þurfti að skrolla niður síðuna ansi lengi til að komast á leiðarenda til þess að sjá svartakassan úr flugvélinni. En það kom ekki að sök. Þegar leiðin niður var svo fræðandi, hafsjór af sögum, staðreyndum og myndum sem ég þurfti að skoða og tók örskotsstund því að texti var hnitmiðaður og myndirnar mjög lýsandi. Þessi frásögn hentaði vel í myndbirtingu upplýsinga. Ég hvet ykkur áhorfendur góðir að skoða myndskýringuna með því að smella á linkinn á fyrirsögninni. Þetta er ekki málverk. Þó auðvelt væri að ímynda sér það. Þessi myndbirting upplýsingar sýnir á hvaða hraða strætisvagnar í Boston aka í gegnum borgina á degi hverjum. Unnið var upp úr gögnum sem sýndu rauntíma strætisvagnaferða á sólarhring og teknar myndir, snapshot, sem kortagerðarmenn unnu svo úr.
Leiðirnar sem vagnar óku á 50 km/klukkustund eru grænar en þeir sem aka hægar en 20 km/klukkustund eru rauðar og blanda af appelsínugulum lit og gulum er einhvers staðar þar á milli. Tilgangurinn með þessari myndbirtingu upplýsinga eru tvíþættur. Annars vegar að fá heildaryfirsýn yfir þjónustu fyrirtækisins sem sér strætisvagnaferðirnar í Boston og hins vegar að búa til fallegar myndir. Þetta er mjög fræðandi, lýsandi, falleg og frumleg myndbirting upplýsinga. Í Bandaríkjunum er mjög vinsælt að nota kort til að birta upplýsingar sjónrænt. Þegar ég var að skoða myndskýringarnar urðu á vegi mínum ótal kort sem birtu alls konar upplýsingar. Ég staldraði við þetta kort því að mér fannst það svo fallegt og auðvelt að lesa. Alfred Chew hannaði kortið. Þetta er hugmynd að hraðlestakerfi þver og endilöng Bandaríkin og hér er hann að sýna fram á hvað ferðamáti Bandaríkjamanna yrðu auðveldari ef að byggt yrði upp svona hraðlestarkerfi. Hann deilir á stjórnvöld að þau hafi ekki staðið sig í stykkinu að byggja upp almennilegt hraðlestarkerfi og lestarkerfi þeirra sé almennt eins og aftan úr fornöld og langt á eftir því sem gerist til dæmis í Evrópu. Þetta er flott myndbirting upplýsinga sem minnir á kort breska hraðlestarkerfisins. Hann velur að hafa bakgrunninn á ríkjakortinu bláleitan en sá litur er talinn mjög áhrifamikill í hönnun skýringarmynda. Þarna er enga óþarfar myndir né texti. Einfaldleikinn ræður ríkjum og hönnuðurinn kemur hugmynd sinni mjög vel til skila með því að fræða, segja sögu og hanna fallega. Kostir skýringarmynda er hvers auðvelt er að koma hugmyndum og flóknum upplýsingum á framfæri á sjónrænan hátt. Heilinn nemur sjónrænar upplýsingar betur en ritamál og nær að fá góða yfirsýn á skömmum tíma. Þegar við lesum af skjá skimum við gegnum textann og því er hætta á að mikilvægar upplýsingar fari forgörðum. Skýringarmyndir segja okkur sögu byggð á staðreyndum á fræðandi og lýsandi hátt með fallegri hönnun. Auðvelt er að koma skýringarmyndum áleiðis á samfélagsmiðlum með því að deila eins og kallað er. Gallar á myndbirtingu upplýsinga eru að þær geta auðveldlega villt fyrir notendum vegna lélegrar hönnunar þar sem ekki er kappkostað að fara rétt með staðreyndir, myndir og flóknar og textinn óskýr. Góðar stundir.